Hingað kominn Gauti Sigþórsson. Gauti, þú ert lektor í fjölmiðlafræðum í Bretlandi. Við ætlum að tala aðeins RÚV, svona stuttlega, og þú ert að auglýsa eftir því að menn ræði Ríkisútvarpið á málefnalegan hátt. Þessi umræða nú verið í svona dálítið skotgröfum og í uppröpunar stíl. Já, svolítið. Hún hefur líka einkennst svolítið af því að það er farið fyrst í niðurskurðin á þess að hugsa til hvers niðurskurðunin er. Og það er alveg nauðsynlegt þegar verið að tala einn af burðarstoðum íslenska menningargeirans og í raun og veru einn af burðarstoðum skapandi geirans á Íslandi, sem er Ríkisútvarpið. Ríkisútvarpið er einn af þessum burðarstoðum og er bara hluti af því kerfi eins og sjóðakerfið, kvikmyndasjóður og annað slíkt og síðan menntakerfið. Og með mjög góð skýrsla sem Ann Bamford gerði fyrir menntamálaráðuneytið núna þessu ári, síðast ári, sem að þetta kemur svolítið skemmtilega fram. Og það þarf að endurhugsa Ríkisútvarpið sem hluta af þessu stærra samhengi í íslenska skapandi geiranum. Og þá, fyrst og fremst, hvað viljum við út úr fjölmiðli í almannaþágu? Þetta er svokallað Public Service Broadcasting Model sem er notað í öllum ríkjum Evrópu að einhverju leyti, Evrópusambandið. Við erum náttúrulega ekki eina þjóðin sem er með svona. Alls ekki. Og við getum lært af þeim öllum. BBC-módelið, Danmarks Radio, þetta eru þessi tvö módel sem voru notuð við þegar Ríkisútvarpið var stofnað. En það hefur ekki farin eitt fyrir því að þessi verið endurhugsa eða svona hugsa köllun Ríkisútvarpsins. Hver eru plön Ríkisútvarpsins sem stofnunar næstu 5 til 10 árin? Það verður að hugsa þetta eins lengra heldur en bara til næstu fjárlaga. Og það verður að hugsa Ríkisútvarpið sem stofnun sem ber ábyrgð, ekki bara gagnvart ríkinu sem er fjármagnsveitandinn, heldur líka gagnvart öðrum aðilum á fjölmiðlamarkaðinum og almenningi. Og þarna, það fer ekkert fyrir því að stefna Ríkisútvarpsins sé sett fram á skýran, málefnalegan hátt og niðurskurðunin skipulagður í kringum þessa köllun stofnunarinnar. Það er það sem vekur mér svo miklar áhyggjur, það sem ég skrifaði greinina í Fréttablaðið og er hérna. Ég hef áhyggjur af því að núna þegar byrjaðar að skera niður svona hjá Ríkisútvarpinu, það þarf náttúrulega að skera niður á öllum vígstöðum í íslensku samfélagi. Við erum með 100 milljarða halla á ríkissjóði á þessu ári, þannig að ég öfunda menntamálaráðherra ekki. En þegar að vera að skera niður og endurskipuleggja stofnanir í kringum minni fjárráð, þá verður að gera það með svona stofnun eins og Ríkisútvarpið út frá þessari bara grunnspurningu til hvers er stofnunin. Og allir fjölmiðlar í almannaþágu í Evrópulöndunum svara þessari spurningu út frá þjóðmenningu, út frá tungumáli, sköpun innlendra dagskrárgerðar og það er hreinlega að sjá myndir og heyra hljóð á íslensku úr íslenskum menningarheimi. Íslenskum veruleika. Úr íslenskum veruleika. Hvort sem það eru þá fréttir eða listir eða þá afþreying, því að mér þannig stundum talað að Ríkisútvarpið eigi ekki sinna með afþreyingu, en það er ekki, menn hafa ekki farið þá leið neins staðar í heiminum að Ríkisútvarpið eigi bara vera þurftulegðinni fréttir og svo listir. Það er bara rangt. Það er köllun BBC. BBC hefur eitt svona mission statement. Inform, entertain, educate. Og entertainment er þar alveg í miðjunni. Það er hluti af hlutverki BBC og annarra svona fjölmiðla alltaf að skemmta áhorfendum jafnframt því að þeir sem eru upplýstir og menntaðir. En þú meinar að við þurfum að skilgreina þetta betur sem einhvers konar hornstein menningarinnar hérna? Já, ég meina þetta er hornstein menningar. Skapandi geirinn á Íslandi er að ganga í gegnum alveg ofboðslegan niðurskurð á opinberum framlögum. Og í raun og veru þurfum við að líta á framlög til Ríkisútvarpsins alveg eins og framlög í kvikmyndasjóð sem bara svona sem dæmi sem tek og framlög í menntakerfið. Þetta er allt saman fjárfesting. Hún skila sér aftur tilbaka á ekki endilega með beinum hætti. Skatttekjur til dæmis af kvikmyndum í Bretlandi til dæmis eru skatttekjur beinar af kvikmyndum ekki nema þú farið 1,5 pund tilbaka af hverju pundi sem að ríkið styrkir
í beinum skattekjum, en það eru allt hitt sem kemur inn á móti. Að UK Film Council metur allir með þess að það komi 4 pund á móti hverju einu frá ríkinu tilbaka. Og það sama má segja menntageirann og menningarstarfsemi og fjölmiðlageirann, er að hann er sýnilegur á þann hátt sem er svona hátt sem er gersamlega úr öllu hlutfalli við hvað hann er stór hluti af hagkerfinu. Hún Ríkisútvarpið nýtur ákveðina velvildar svona þegar þú gerða skoðanakannanir því treyst betur en öðrum og svona, en hins vegar er fólk ofboðslega pirrað yfir því að þið þurfa allir að borga nefskatt til Ríkisútvarpsins, þannig að þetta er svolítið svona erfið þversögn að vinna í. En það er þess vegna sem við verðum að opna umræðina Ríkisútvarpið og endurskipulningun á Ríkisútvarpinu gagnvart þeim sem að borga fyrir það. Og til dæmis, við erum á Íslandi 2010, hér verið að gera miklar uppfinningar til dæmis á vegum hugmyndaráðuneytisins með samráðsvettvanga. Í Ríkisútvarpið, þetta verið mjög ódýrt úrræði fyrir Ríkisútvarpið að til dæmis stofna samráðsvettvang á internetinu sem mætti styðja með fundum til þess að fá inn hugmyndir og samráð við áhorfendur. Og eins aðra á fjölmiðlamarkaði. Við höfum ekki að gleyma því að Ríkisútvarpið er einn af aðilunum á íslenskum fjölmiðlamarkaði og gegnir hlutverki gagnvart öðrum fjölmiðlum. Það er ekki eins og við séum einhverju vakúmi hérna sem Ríkisútvarpið og svo allir hinir. Því að Ríkisútvarpið hefur skyldum að gegna, alveg eins og BBC gegnir skyldum gagnvart öðrum miðlum á breskum fjölmiðlamarkaði. Þá þarf Ríkisútvarpið líka að gera grein fyrir og auglýsa og sýna í verki hvaða skyldum það hefur að gegna gagnvart öðrum á fjölmiðlamarkaði. Bara eitt því ég ætla að nefna viðlokið. Á Nýja-Sjálandi fóru þeir þá leið að í rauninni leggja niður ríkisfjölmiðil en bara dreifa peningunum út á einkafjölmiðla. Það hefur stungið upp á þessu hér á Íslandi. Já, alveg brilljant hugmynd ef þú vilt hafa Silfur Egils klukkan 1 á næturna sem þjónustu í almannaþágu 1 á næturna á miðvikudagskvöldum. Það sem að gerðist á Nýja-Sjálandi var það að það minnkaði öll dagskrárgerð sem var hægt að flokka mátti sem fjölmiðlun í almannaþágu og skrifræðið jókst. Þetta er mjög dokumentarikið, látið hafa neðamarkaðinu með þessu. Já, allir leið. Takk fyrir að koma í þáttinn, Gauti. Við ætlum að enda þetta á borgarskipulagi.